Elvar, það var það fyrsti leikurinn búinn á þessu lokamóti. 8 ára komast hingað og nú fyrsti leikurinn búinn. Fyrsti morguninn eftir, fyrsta leikinn eftir 8 ára upprisu Íslands. Ég segja ansi mikið, en hvernig tilfinningin svona í dag? Hún bara góð. Svona sviðskrekkurinn að fara númanni. Ég myndi segja að tilfinningarna voru mjög svona miklar í gær. Bæði fyrir leik og í leiknum og maður fann alveg fyrir því. En núna svona maður meira afslappaður og tilbúinn í þetta, vonandi. Þið byrjið leikinn stórkostlega í gær og þú kannski svona sér í lagi. Þú mættir virkilega tilbúinn og beittur sóknarlega. Hvað var að gerast? Já, ætli það hafi ekki bara verið svona að mixa af einhverjum tilfinningum og spennu og svona, en mér fannst ég heldur ekki ná að kontróla. Mér fannst ég keyra mig svolítið út í fyrsta leikluta og var svona svolítið þungur fannst mér restina af leiknum. Vanalega á ég meiri kraft inn í restina af leiknum, þannig ég er svona að finna bara gott jafnvægi þarna á milli til að róa mig aðeins niður og til að geta spara smá krafta fyrir síðustu 30 mínútur líka. Að spila rosa svona stíft. Þetta eru 8 dagar, skilur, 5. til 5. og þetta eru 5 leikir. Hvað er mikilvægt á svona degi eins og þessum í dag, það sem er innan gæsalappa frídagur, þó þessi að sjálfsögða að fara yfir alls konar hluti. Hvað finnst þér mikilvægast að fara fram? Bara recoveryið milli leikja, svefninn, maturinn og svo bara meðhöndlun hjá Valdimar og Gunnari er líka mikilvægt að ég sinni því og svo bara sjálfur að sinna því sem við þurfum að sinna. Og svo náttúrulega bara fara yfir svona litlu praktísku atriðin hjá hinum liðunum, en bara að vera upp á okkar besta þegar að leiknum kemur. Það er ekki bara við sem erum í miklu álagi, það er líka hitt liðið, þannig að ef við náum að undirbúa okkur betur og vera ferskari þá verður erfitt að eiga við okkur, held ég. Sá stemminguna í miðborginni, þið mistu af henni í gær fyrir leik og niður í bæ og í fansónu og svo voru einhverjum þúsundir mættir að styðja ykkur áfram. Er ekki gott að hafa svona marga í stúkunni og með sér út í Póllandi? Jú, þeir tala aftur tilfinningarna í þjóðsögnum að heyra í öllum íslensku stuðningsmönnum syngja þjóðsöngi. Maður bara táraðist í þjóðsögnum og það var smá emotional. Það er bara geggjað að fólk sé öll stórfjölskylda manns og vinir og bara allir í kringu lið og það er áhorfendur að fylgja okkur út og styðja alveg baki á okkur. Það er bara ómetanlegt og það er ekkert smá góð tilfinning. Og kannski sér í lagi í þínum gamla heimabæ Njarðvík. Mér persónulega líður eins og ég hafi séð alla sem eiga heima í Njarðvík úti. Ég er að spáði hvort það sé einhver heima þar. Það eru örugglega fáir í Njarðvíkunum núna. Lokuðu bara sjoppunni. Þannig að biðskýlið var bara lokað og kom eitthvað annað í staðinn. Nei, það er nánast bara öll stórfjölskyldan mín og mest öll fjölskyldan mín býr í Njarðvík. Og það er líka manni hjartarætur að vita öllum að styðja mann. Því ég er náttúrulega að spila erlendis og búinn að gera í mörg ár. Þannig að það er gott að fá einhvern veginn alla á sama stað og fylgja mann eftir og öllu liðinu. Kærar þakkir, Elvar, og gangi ykkur vel á morgun á móti Belgíu. Þakka þér fyrir.